Jæja, daginn. Ég ætla að sýna ykkur hvernig maður teiknar bréfabakkann í AutoCAD. Ég er búinn að ná í grunnskrána með réttu layerum. Ég ætla að byrja á því að stilla griti hérna. Það er bara stillt fyrir A4. Ég ætla að sýna ykkur hérna. Ég sá hérna að það er alltaf til þess að teikningi sé 1:2. Við höfum hingað til að vera að teikna í 1:1 og það þýðir það að blaðarstafan sem við verðum með, eða sem fyrir blaðarstafan A4, en nú ætlum við að teikna 1:2, en það þýðir það að þetta hérna, þessar tölur hérna er í 1 cm á blaðinu er 2 cm raunveruleikanum. Það þýðir að við þurfum að dobla hérna upp svæðið og það, við getum gert það með þetta skipi sem heitir limits. Skrifum einfallega inn limit, hvernig er það ekki hjá mér, þannig limits, enter og þá spyr hún hérna punkta, sjáu. Ég ætla að byrja í 0,0 pressa enter og plagi inn 600,420 og enter og stækka svæðið helming. Þá höfum við pláss fyrir breiðabakkann. Ég ætla svo að byrja því að teikna annan hlutan af bakkanum. Sjáu þið? Ég ætla að byrja því að teikna þennan hérna hluta og svo leggur sig. Ekki gleyma því, það eru leiðbeiningar líka inn á skriflegar að hluta til. En ég nota hérna A-linulegirinn og rectangle og ég staðseti mig hérna einhvers staðar. Það er 250,100 ef við viljum nokkuð. Og þá get ég satt að kassin yfir á 325,250 og pasta hann inn. Síðan hef ég gefið upp mál hérna. Ég ætla að renna bara fljótt yfir þessu. Ég nota þessa hérna fyrir, renni hérna músum niður, slæði 15, tekur hann til hliðar, svona, geta space, speilir eitthvað ekki aftur. Tekur hérna 15 líka. Svona. Og tek hérna úr líka 15. Nota svo fylgjaskipunina til að hérna stilli radíusinn. Radíusinn er 0. Því það ég get nota fylgjatið til að trimma saman eða standa svona 2 línur saman. Svona. Það er gefið upp hérna eiga að vera, maður þarf að lesa út úr teikningunum, sko hérna eiga að vera 8 mm. Þetta er sýnt á sniðinu, þá sjáum við að þetta er 8 mm langt hérna. Komið og svo ætla ég að taka hérna út úr þessu og þá vinn ég að þannig, ég fer hérna af stað. Hérna og gefi upp 75 mm hérna inn. Þá skiptir ekki máli hvað við lína löng hérna, gera hérna. Sama hér. 75. Svona. Og 20 mm hérna. Svo notar við fillet. Stilli hann á radíusinn á 20. Þá getum við að skori hérna. Ég sá hérna þegar ég klikka hérna, ég teiknaði línuna bara voru henni leið, það skiptir ekki máli, hún klippur þetta til fyrir okkur. Það er að segja að við förum hérna megin við. Ef við förum hérna megin þá farum við hérna. En svona. Síðan er trim, íta trim og enter og þá getur ég klikka á línuna á milli. Það er svo kominn. Síðan eru sýndir hérna geirneglingin sem er hérna í og hérna niðri. Og þessi mál eru gefin upp, sjá, í leiðbeiningum sem fylgja. Leiðbeining fyrir bréfabakka og hérna eru málin fyrir báða geirneglingarnar. Ég teikna þær bara báðar upp strax
og ég nota layer sem heitir hulinn, núna hulinn fyrir línuskúluna og hérna byrjaði að teikna annan, hann hérna 10 á lengdina, 10 þetta 80 og tab og 90 og það getur tekið hérna 8 tab 180 og síðan endar frá niður. Það er líka lína hérna yfir og það teikna það svona hérna. Annað hérna, hinum megin, það var annar tappi sem er 10 og vídeotab var slökkuð hérna og hann á að vera 10 hægna líka og svo var þetta að teikna þetta svona. Hérna 3 út hér, 3 út hér og svo svona niður. Hérna og það getur eitt í stað hérna. Síðan múaði, þetta múskipinu, tek þannig hérna yfir, hann á að staðsettur hérna og svo nota ég mirror til að spila honum upp. Mirror hérna, vel, þannig sem munið það er munur á hvað þessi bláa að græna, ég gera þetta svona, hit á space, ég hef búin að velja það sem ég ætla að spegla, það er mirrora. Ég hef búin að stilla á midpointin hérna minni, þannig að það er gett hérna niðri, það er smelt og kveitt á midpoint. Ég vil átt þetta midpoint hér og tek línu svo að ég verð að hafa línu ég er að velja hvar spegilosin er. Þannig að ég hef hana beint hérna í 180 eða 0, það skiptir ekki máli. Hérna og þá spyr hún alltaf á að eyða upprunalega hlutum ekki. Þannig að ég samþykki það, nei þá ekki eyða hann, ég veit eftir. Já, þá er hún komin. Síðan ætla ég að teikna upp hérna sniðmyndina sjálfa. Nú erum við búin að teikna þannig hérna hluta. Ég ætla að teikna sniðmyndina og ég byrja bara að teikna þannig hérna part. Hann er vel málsettur og ég teikna hann. Og ég nota bara línu og hef mig hérna frá okkur þar. Virkar svona. Þetta er 15 mm hátt og þetta er 45 mm langt. Og svo getur ég nota hérna hjálpamina þess að fá ramman. En svo gleymdi ég að velja réttan layer en ég get lagað það með því að velja þetta hér og fara svo upp hérna og velja A-línu og svo íti ég þannig hérna make obvious layer current. Og þá, nei byrju, hvað fór þetta ekki? Make obvious. Ég ætla að íta það nú. Það var náður stiltur, en svo hafa ekki þrýtt að nóg með músin eða eitthvað. Jæja, og síðan tek ég bara línu og ég tek þessa parta af til að kötta af hérna. Þessum hérna, eins og. Þessi hérna á að vera, tökum við hérna með, það er gefin upp máli hérna, 8 mm hér og 5 mm. Gerum sama hérna með. Það er svona 7 mm upp, 10 mm upp. Verður svo trimmið, ítir einnig svona enter og þá getur kötta þóttinn af. Eitt smáatriði sem ég gleymdi og er mjög nöðsynlegt, það er að seifa teikningunni drassi upp bæði. Og þetta er heiti hérna, uppástaðinni mínir, heiti sem 103 og vor 15. Hvað er þetta? Skilaverkefni, þetta er skilaverkefni 1, 12 áfangi, grunnáfangi, 10 og 0 og 11. Þetta er svo að segja. Við erum með tappan hérna, sko, tappin á að vera, það er 23 mm miðinu. Ég bý til smá hjálparlínu, hérna, 23 og 10 niður. Svo fer ég hérna yfir og vel move skipunna, fer hérna yfir og íta á space og svo segir hún specify base point og ég ætla að hafa base pointi núna hérna á miðjunni, þið sáu okkur að ég geri það. Hérna er það drýðið einhverju. Gríp í það,
fer hérna yfir heilvitan og þá getur smellt hérna endal á línunni. Þarna nota ég basebandið til þess að staðsetja hérna geirnegluna rétt. Svona, svo fer ég í Hartz-skipunina og vel hérna User. Það er ágætt að hafa það. 45 gráður hérna stillingin hér og það eru 3 mm hérna. Þá getur smellt hérna inn í réttin og við þurfum að stilla það í réttan layer. Það er Hartz-layerinn. Þannig að við getum slökkt á þessu. Þá er þetta kominn. Þá get ég, sjá, ég passaði mig á að staðsetja þetta hann að vera alveg í línu hérna við. Sjá hérna fyrir hérna. Þetta er alveg beint í línu. Þannig að ég get speglað þetta núna. Beint fyrir mirror. Vel, þetta allt saman hérna. Ít á space og tegur svo bara miðjupunktin hérna. Og miðjupunkti hér. Og ít svo endur. Svo teikna ég línuna á milli. Fyrir aðalínu. Það er einlína hérna. Það er einlína hérna á milli. Það er eins og fyrirmyndi sýnir. Og síðan er hérna út og hingað, hann sér að krossnur er 4 mm þykkur. Þannig að ég tek 4 mm hérna. Þannig síðan þarf ég að skipta þessi niður í 3 hluta til að fá skiptinguna. Byrja því að bara hérna í breakout point. Hérna kippan. Smella á línuna og þá spyrum við specify first breakpoint og ég ætla að hafa hann hér. Þá var þetta hérna sér lína. Þetta var heil lína áður. Svo fer ég í divide. Draw divide skipunin hérna. Smelt á línuna og þá spyrum hversu marga hluta ég ætla að skipta í sig. Ég ætla að skipta í sig þar á hluta. 93, enter. Og þá eru komið skiptingu hérna og þá get ég nei, ekki að grípa hérna í. Ég þarf að kveikja á snappinu Node skipuninu. Og Node ég hef eitthvað færi á að grípa hérna með á þessum punkti hérna. Sko, ég ger þetta svona. Þetta er bara stuttalínu hér og aðra línu hér. Síðan fer ég hérna upp. Hérna við hliðina á trimmunni, þetta er extend. Smetla á línuna hérna uppi, þessa hérna. Ít á space og vel svo þessa línu. Og þá skjóta sér upp hérna. Ég þarf að gera eitt líka út af því að ég ætla að sýna okkur ástæðuna fyrir að ef ég næ Hartz núna, ég ætla að setja Hartz sína og við ætlum að nota hérna Domid. Það er hérna uppi, þetta er alltaf í stafræðsöf. Dolmid heitir það. Hérna, og ég ætla að smella hérna. Það kemur þessi melding. Þannig svo að það er einhver leki hérna í teikningunum. Eyða þessu. Og ég þarf að teikna kassa ofan í þetta. Þannig að ég tek hérna rectangle-kassan. Byrja hér, zooma hann út. Og hérna inn. Og ef hann hérna. Þú getur tekið hérna kassa. Þú getur copy. Þetta er basepointið hérna. Það er komið með 3 kassa. Ég þarf ekkert að eyða línunum undir. Hér svo aftur í Hartzið. Dolmid. Ég stilla þetta á 90 gráður. Og hérna 0.08. Og þá náum þetta 7.1. Og það á að vera sem sagt 90 gráður hérna og það var þessi miðjunni, svona. Nei, fyrir ekki, það var þessi hérna meginn. Það getur ég að remove hérna og tekið henni burti. Nei, veitu, það er aðeins að. Þannig að það sé stilt rétt hérna, það er hérna og hérna við hérna. Og svo close og svo þurfum við aftur í þetta og stilla þetta hérna á 0 gráður. Og
Smellir svo í miðjuna. Þá er það komið. Það var bara til að málsetja og setja upp hérna skurðarlínu. Ég sýni ykkur snöggvast hvernig skurðarlínunni er gerð. Þessi hérna, þetta hérna er gert með texta, þið þurfum að setja hann inn líka og svo málsetja að hefði hátt þess að hafa gert. Og ég ætla að sýna ykkur snöggvast hvernig maður nota pólulegin til að gera hérna þessu snið hérna, þessar sniðlínur. Ég nota mállínulegirinn fyrir það, hérna, fyrir pólulegin, smellir svo hérna fyrir neðan og ég starta hérna einhvers staðar, svona, þetta er bara nóra legin, slæði tvöfalt vatn fyrir vitt og ég er alltaf að horfa á hérna, skipulínuna, starting vitt er 0, ending vitt er 5 og lengdin er 15. Svo fer ég aftur í tvöfalt vatn, enter, starting vitt 0, ending vitt 0 og lengdin 30. Svo tek ég upp hérna og ég ætla að hafa lengdina hérna 65. Ég er búinn að þessu. Ég tekið þessa pólulínu, spegla henni upp og íta á enter og samþykki. Svo setjum ég bara texta hérna fyrir framan. Setjum textaninn, málsetið, setjum þetta svo upp á útprentun og við þurfum að stilla þetta af minni, ég tvísmell inn í aflæsi, stilla á 1 á móti 2 og staðsetja þetta svona á miðjum teikningunni. Tvísmell svo fyrir utan, svo komum við út úr, skrifa svona 1 stillinguna og geta smellt á ramman og þá getið þið sett inn nafnið ykkar dagsetningu, mælikvarðan 1 á móti 2 og setjið bara inn hérna bréfabakki. Ok, við gefum það sjálftra. Svo það er komið, ítið á save, þeir eru búin að málsetja, búin að setja textan inn, munið, AutoCAD, Export og DFF. Takk fyrir þetta.